Why not? Heyrðu, Heiða, þegar þið byrjuðu með bestaflokkinn 2010, þá hugsaði ég að núna væri það búið að gerast, að það væri komið svona eitthvað stjórnmálaafl fyrir fólk sem að hefði ekki áhuga á pólitík. Og þið voru svolítið þannig og það var góð kosningaþátttaka úr ykkur og allt það. Það var Gallup gerði könnun fyrir okkur áhuga fólks á stjórnmálum, sjáum aðeins það skilti, því að það er náttúrulega fullt af fólki sem hefur ekki áhuga á pólitík. Þannig að sjáðu, 57,6% segjast hafa áhuga á stjórnmálum. Ég hugsa að einhverjir eru nú að reyna að hugsa stjórnmálaflokkur. En 25%, þar sé fjórði hver maður, segist bara ekki hafa áhuga á stjórnmálum. Og svo er annað skilti sem að sýnir hvaða stjórnmálaflokkar hafa mestan og minnstan áhuga. Og það kemur að ljósa að Samfylkingin og VG hafa fólki sem kýs þessa flokka hefur mestan áhuga á pólitík. Og svo reyndar þinn flokk, Heiða, Björt framtíð, en Píratar hafa minnstan áhuga á pólitík. Og ég ætla bara að spyrja þig, ég meina, þú veist, fólk núna virðist ekki hafa áhuga á pólitík, en þinn flokkur sem fór svolítið af stað með mómentið í þessu, orðið bara eins og hinnir og þeir sem hafa ekki áhuga á pólitík hafa ekki lengur áhuga á ykkur. Er þetta ekki rétt greining? Það er svona, mér finnst þetta bara ekki, mér finnst ekki rétt að setja það þannig upp að fólk hafi ekki áhuga á pólitík og það fyrir ekkert meiri töðunar á mér þegar það er svona matreitt ofan í að ungt fólk hafi ekki áhuga á pólitík. Mér finnst það ósanngjarnt, mér finnst það ekki rétt vegna þess að það unga fólk sem ég verð vör við bara út allt á samfélagsmiðlum og alls staðar bara mjög pólitískt, en það hefur kannski bara ekki áhuga á þeim pólitíkusum eða þeirri pólitík sem uppi. Nei, ég held að þarna erum við farin að ræða máli. Ég held að sé nefnilega blúsandi pólitík í afstöðuleysi eins og menn skynja það, segja þetta sé afstöðuleysi eða þau taka ekki afstöðu allt þetta. Ég held að það sé vaðandi pólitík í öllu, en málið er það að við eigum 2 torfbæi eftir til sýnis fyrir túrista og þessi pólitík sem rekin hérna á Íslandi á gömlu flokkunum, þetta ekkert annað en torfbæir sem búið að vera að reyna að uppdata. Ég held svona varðandi hina spurninguna sem snýr kannski að þessum flokki sem ég tilheyri og þátti að búa til. Auðvitað hann svona, var tilraun til þess að búa til eitthvað svona formfastara og kannski svona efnismeira heldur en, svona efnisfastara heldur en bestiflokkurinn. Og bestiflokkurinn var bara það sem hann var og hann átti ekkert að vera til meira en í þann tíma sem hann var til og það var mjög mikilvægt. Það var mjög mikilvægt að infiltrata kerfið og sýna fram á það að þú veist, myndin sem við höfum fyrir framan okkur, hún þarf ekkert endilega að vera eins og hún er. En ég held að Björt framtíð sé að gangi gegnum bara alls konar svona, alls konar erfiðleika í því að brjóta sig út úr rammanum. Það sem að, þú veist, þessi flokkar sem að Bubbi er að tala um, og þetta kerfi, það svona sogar mann svolítið inn og sogar mann til sín og það er erfitt að vera alltaf að ýta á kassan, en það er hins vegar það mikilvægt sem við gerum. Þú ert núna fyrsta skipti sem þingmaður.